Ég hef persónulega reynslu af því að Jesús Kristur læknaði mig af krónískum verkjum, síþreytu, brotinni sjálfsmynd, átröskun og kvíða og ofsakvíða og svefntruflunum. Og ég var búin að vera að glíma við þessi einkenni mjög lengi, í mörg ár, og ég var búin að vera edrú í 7 ár og byggja upp líf mitt og fara í gegnum sporin og lesa fullt af sjálfshjálparbókum og hreyfa mig, hætta að reykja, borða hollan mat, verið í heilbrigðri kjörþyngd, verið í ræktinni, fara í fjallgöngur, ég var búin að gera allt sem ég held að ég gæti gert til þess að vera heilbrigð, en á sama tíma þá var ég bara veikur og veikari og ég skildi út af hverju ég var svona veik og mér leið svona illa og af hverju ég var svona rosalega þreytt og samt að lifa, reglusömu lífi og bara engin óreglu og ekkert rugl í gangi lengur, og ég þráði svo, heilbrigði og heilbrigt líf og mér langaði bara svo mikið að líða betur en ekki vera alltaf svona kvíðin og fulla ótta og með allar þessar neikvæða hugsanir og brotin og þess andlegu og líkamlegu vanlíðan og krónísku verkefni voru í bakinu og hálsi og herðum og líka hérna stundum í bringunni, það var bara svo, það var rosalega stingur hérna stundum og ég átti bara stundum erfitt með að hreyfa mig almennilega og ég var orðin svo hrædd í vinnunni að ég væri bara að verða öryrki, og ég upplifði sjálfa mig sem sjúkdómsfórnarlamb þar sem ég var bara föst í þessu veikindum og gæti ekki fundið neina leið út og síðan hef ég áttað mig á því að var eitthvað tenging á milli hugafass og líðaninnar og heilsufass og þá fór ég að stunda hugleiðslu og í gegnum þessa hugleiðslu var ég að segja aftur og aftur, ég er heilbrigð, mér líður vel, ég er með heilbrigt bak, mér líður vel í bakinu á sama tíma og ég var bara að drepast í bakinu og svo bara allt í einu þá sé ég Jesús í þessari hugleiðslu og ég hafði ekki eins og trú á hann, ég vissi ekki hann væri til, og hann bara kom í hugleiðsluna og bara setti hendina á hjarta mitt og það kom bara svona mikið lækning, og það var þá sem ég byrjaði að trúa í Jesú og eiga samband við hann og þá fór hann að sýna mér af hverju ég hafði verið svona veik og leiði mig skref fyrir skref inn í sína lækningu og þegar að ég sá Jesú og tók á móti honum þá fekk ég þessa trúin í hjarta frá Guði að ég væri að fara að læknast, að ég væri bara að fara að læknast og ég er bara alveg heilbrigð og ég var að fara að læknast á þessum verkjum og ég bara labbaði og var að segja öllum frá þessu, ég hafði enga ástæðu í mínum ytri aðstæðum eða í líkamanum mínum til að trúa þessu annað en bara, ég trúði þessu og nokkrum mánuðum seinna þá var ég alveg læknuð og ég er búin að vera það síðan, þetta var 2019, ég er búin að vera algjörlega lækna á þessum kvíða og þessum krónísku verkjum og þessari þreytu og þessari brotnu sjálfsmynd síðan þá og Guð gaf mér líka sýn og hann setti köllunni yfir lífið mitt þannig að ég veit að Guð læknar, ég veit að Jesús Kristur læknar og hann læknar ennþá í dag og hann læknar algjörlega og það það sem ég ætla að predika í Frelseskirkjunni á morgun, 16. apríl þá ætla ég að vera með predikun og hugleiðslubæn sem ber yfirskriftina Guð læknar og við ætlum að fara yfir það sem Biblían segir þetta efni og síðan í hugleiðslubæninni þá ætlum við að velja að afhenda öll veikindi og vanlíðan til Guðs og við ætlum að hvíla í honum og gefast upp fyrir heilugum anda og taka á móti lækningu Guðs og 15. Frelseskirkjunnar eru haldnir á netinu, á Zoom og live á Facebook og TikTok og við erum með bænahóp á netinu sem heitir Biblíu og bænahópur frelsi og lækning og þar erum við með beint streymi og ég hveti til þess að senda mér skilaboð ef þú ert ekki inn í þessum bænahóp en ég mun posta Zoom-linknum á samdægus, þá er Zoom-linknum postað og það eina sem þú þarft að gera til þess að vera með er að íta á linkin og þá kemst inn á Zoom-fundin en sendi mér líka skilaboð og vilt komast inn í bænahópin og þar getur þú hort í beinu streymi eða bara hér á þessari TikTok-rás og ég hveti til þess að vera með allan fundina því að í seinni hluta fundarins þá erum við með hugleiðslubænina þar sem við ætlum að bíða eftir heilugum anda og leyfa honum að vinna og starfa og lækna þannig að hlakka til að sjá okkur öll á 15. fundi Frelseskirkjunnar 16. apríl, 5. 16. apríl klukkan 9